Man eftir ég var leiðin heim úr vinnunni bara í strætó og lá ekkert á sko og svo klukkutíma síðar var dóttir mín komin í öndunarvél og ekki hugarlíf. Svona við það þá var bara tekin þessi ákvörðun, ok, við nú bara gerum við þetta og gerum þetta öll saman og allir komu með okkur í lið. Og þetta fólk með okkur ennþá í liði sko. 25 árum síðar, okkar bestu vinir og það hefur aldrei verið barátta eða vesen eða átök. Hérna við fengið alla þá hjálp og aðstoð sem við alltaf þurft. Hérna höfum við kynnst bara okkar bestu vinum og ég veit að það ekkert í starfslýsingu hjá læknum og hjúkrunarfólki en svona þróast hlutirnir bara. Koma jól, jú, það ekki hægt að fara heim í ár, þið vitið það. Þá bara spítalinn skreyttur og frúin klippti nokkra krakka og pabbi kom og setti jólaskraut og gangurinn og stemmingin var bara, það voru bara jól. Við erum orðin 50% fleiri sko. Þetta sama hús. Sko. Rosalega heppinn að kemur læknir sprenglarður frá Bandaríkjunum, Þórður Þorkelsson, ný útskrifaður þannig lagað og mikla þekkingu og svo allt hitt líka sko. Þetta var allt svolítið sérstakt, hún var með trakkistómíu sem var ekki algengt, hún fór í sem sagt blóðskilun sem var ekki gert áður, nýrum biluðu, það var ekki gert áður fyrir þetta lítil börn og afleiðingarnar voru þær að það þorði enginn að passa hana. Við þurftum að fá allt hér og það var eins hérna sko, við urðum eiginlega að vera allan sólarhringinn með henni og ef við þurftum að skreppa eitthvað þá þurftum við að fá einhvern starfsmann til að passa hann og vera hjá henni meðan við skruppum heim. Ég hef þurft að koma hingað oft og labba í gegnum spítalann og reyna að endurupplifa hluti og bara til þess að halda geðheilsu sko. Þá hef ég þurft að gera þetta. Ég man alltaf eftir því að þegar hún var sem verst og rosalega illa útlítandi dóttur okkar og sem sagt að þá vorum við beðin að taka af henni ljósmyndir og mér fannst það alltaf svo skrítið. Ég sagði nei, við viljum ekki gera það. Ef hún deyr núna þá þetta ekki myndin sem ég vil eiga henni. En sem sagt, þarna var einn ákveðin starfsmaður sem sagði bara, jú víst, þú verður að gera þetta. Og ég hefði bara ekki þroska til að skilja það þá. Við gerðum það og hún sagði ef þú gerir ekki, þá tek ég þessar myndir og ég geymi þær og þú getur bara hringt í mig hvernig sem er og fengið þær og þannig gerist þetta. Og ég hef þurft að fá þessar myndir til að fara í gegnum þetta tímabil. Þegar svona kemur upp á þá er það fyrsta sem þú upplifar, það er vanmátt. Algjörlega. Og í mínu tilfelli allavega þá veitir það svo mikið styrk að finna getunni á starfsfólkinu. Þannig og eins og ég talaði sko að spítali sko þó sé náttúrulega vera að byggja nýjan spítala þá var það bara hús. Það er gott að geta byggt hús og ef að það er ekki þá er náttúrulega ekki hægt að fá starfsfólk til þess að vinna. Við þurfum að skapa aðstæður til þess að fólk geti blómstrað. Það er það sem nýr spítali á að gera sko.